Góðan daginn. Ég ætla að fara í gegnum það hvernig við setjum talgervilinn eða til þess að láta lesa fyrir okkur af síðum eða PDF-skjölum, hvernig við setjum það upp í Chrome. Þetta ókeypis app sem maður getur bætt við, en maður þarf að stilla það sérstaklega til þess að íslenskur raddirnar, Karl og Dóra, til þess að þær heyrist. Annars velur kerfið eða Chrome dótið, velur það sjálfkrafa amerísku röddina. Byrja maður á því að fara inn í Chrome Web Store og ágætt að slá það bara inn í slóðina. Chrome Web Store. Það kemur hér og ég opna hana og þá þarf ég að finna þetta sem ég ætla að setja inn sem talgervillin eða read aloud, lesa upphátt. Þannig ég slæði bara hérna inn read aloud og vil fá bara allt það sem í boði þar og það þessi hér, þessi brúni hérna sem heitir read aloud a text to speech voice reader. Og maður smellir á hann og gerir add to Chrome. Smellir á hann og gerir add to Chrome. Þá kemur upp spurningin add to extension og maður gerir já við því og þá bætir hún því við hér í allar viðbætur hjá Chrome eru undir þessu hérna sem eins og púsluspil. Þannig að maður þarf að fara þar inn til þess að stjórna þessu og hún spyr hérna, segir hún bara no access needed og ég vil fara inn í þetta hérna aftur og ég þarf að gera, það ágætt að gera pin og þá festist hún hérna uppi. Ef þetta eitthvað sem þið notið mikið þá gerir maður pin og festir þetta hér í stikuna. Ég smelli á hann og fæ upp gluggan sem að þetta hér í. Þannig ég þarf bara að velja með texta til þess að lesa og segjum bara, ég fari bara hérna inn í ekki RÚV vegna þess að RÚV með sinn eigin byggðan sem þeir bjóðu upp á og það sami lesarinn eða sami talgervillin sem við erum að setja upp núna. Þannig við skulum bara fara hérna inn á MBL, inn á fréttirnar í MBL og ég vil láta lesa þessa hérna frétt COVID-ið, ekki bara ágætt að hafa það hérna, þetta það sem ég vil láta lesa, smetla á þennan hérna. Og eins og þið heyrðuð, þá hljómar þetta ekki mjög vel. Ástæðan svo að þetta innbyggða röddin frá Chrome sem les núna. Þannig að það sem þarf að gera núna að fara inn í stillingarnar og breyta þeim til þess að hún lesi eftir íslenskunni. Þannig ég hægri smelli og fer inn í options og vel þar af því að hún velur sjálfkrafa. Þannig ég þarf að velja hvaða raddir ég ætla að velja og þessi sem ég vil velja undir Amazon og velja Iceland. Hún byrjar á Google, ég vil fara fram hjá því og hér erum við með Amazon Iceland, Dóru og Karl og ég bara vel annað þeirra, það fara að fer eftir hvora röddina ég vil hafa. Hér get ég, ef ég prófa núna að testa þetta núna, þá vill hún að ég sign in og það verður að vera Gmail adressa af því þetta Google eða þetta Chrome viðbót, þannig það verður að vera Gmail adressa. Allt í lagi. Ég geri það þá bara, ég sæna minn á Google eða Gmail adressunum minni og ég vil bara láta hann að gera þetta og ég geri bara já við það. Lesið upphátt Chrome og Firefox viðbót sem notar text til taltækni til að umbreyta vefsíðu texta í hljóð. Og maður allt í lagi. Skáldskap á enda, rit, kennslubækur, skóla og námskeiðsköp. Þannig að við skulum prófa aftur þennan texta sem við vorum með í Morgunblaðinu og prófa að lesa hann aftur með þessu.
Þórólfur Guðnason, sóttvarnalæknir, mun skila minnisblaði til ráðherra næstu skref sóttvarna aðgerða síðar í vikunni. Núgildandi takmarkanir á höfuðborgarsvæðinu renna að óbreyttu út næstkomandi mánudag 19. október. Þetta hljóma mun betur. Fyrir mig persónulega, og ég hugsa margir vilji það líka, að þá myndi ég nú vilja hafa þetta aðeins hraðar, þannig ég fer hérna yfir í options aftur og hér get ég stilt aðeins, vill ég hafa þetta hraðar, vill ég hafa þetta hægar, þannig hér er stika sem að maður stillir bara hraðan sem að maður vill hafa og eins hversu hátt maður vill hafa þetta. Og svo bara testum við Lesið upphátt er Chrome og Firefox sviðbót sem notar Lesið upphátt er Chrome og Firefox sviðbót sem notar text til taltækni til að umbreyta. Lesið upphátt er Chrome og Firefox sviðbót sem notar. Svona. Þetta er bara ljómandi fínt svona. Þannig núna virkar þetta. Þannig ef ég fer núna inn í og leita mér hérna að einhverju dóti sem að ég er að leita í skólanum, ég er til dæmis að lesa sálfræði, tækni til að bæta nám, er gefið upp hér, ok, ég ætla bara að opna það og hér sé ég að hér er fullt af einhverju dóti, þannig ég vil lesa þetta hérna og hún getur ekki lesið þetta hér sjáði. Vegna þess að þetta hér, ég get ekki valið textan. Þannig hún myndi ekki geta valið fyrir mig þetta nema ég geti, þannig að PDF skjöl sem ekki eru Word skjöl eða Word lesanleg, við skulum bara prófa hérna að fara inn í skemmuna hérna og gá hvort að hér er eitthvað ritgerð sem að ég sé að myndi henda mér mjög vel og við skulum bara fara hérna inn í hana og hér er inngangurinn og ég ætla að láta lesa hana. Þetta er PDF skjal en það er hægt að velja textan. Þannig að nú smelli ég hér á. Staða sálfræðikennslu í framhaldsskólum á Íslandi yfirlit yfir námsframboð og kennslu skólaárið 2019 til 2020. Birna Guðrún Árnadóttir, kennaradeild. Þetta virkar bara mjög vel. Þannig að svona setur maður þetta upp og ég segi bara gangi ykkur vel.